Jæja. Ljóta. Það er komið á mappi 2. Fylkir vann fyrsta mappið, frekar sannfærandi á móti Leftovers. Ljóta. Og nú fáum við að sjá hérna Tusk Mirana opnun hjá Fylki og Dark Willow Warlock hjá Leftovers. Banna Lóndru út á Pudge Fylkir og Leftovers byrjaði að banna Silencer og Lifestealer. Flying er láner hjá Fylki í þessum leik þar sem að Moislan er á vitt ævintýrana. Þannig að við fáum ekkert að sjá neitt skemmtilegt. Þetta verður bara þurrt. Legion Slark Jug second phase bun hjá Fylki og hjá Leftovers Pango, Lesrag og Morphling. Falleg mynd þarna hjá Leftovers, ég veit ekkert hvað þetta er. Sko töffari. Nei, ég er bara að spekka in-game, þannig að þetta er bara Dota TV delayið pot henni. Það er 2 mínútur held ég. Ég er ekki í lobbyinu. Já, eins og ég segi, þurrt og leiðilegt draft hjá Fylki. Kemur hérna Ark Warden. Wonderkid verður Ark Warden sennilega. Icefuck. Ljóta. Og Leftovers svara með Slark. Nei, Slardar fyrirgefiði. Leftovers taka sinn tíma í að hugsa næsta pick. Ætli þetta sé Bergur Flying á Tusk, ætli það ekki? Og Consequence á Mirönu 5. Ég myndi halda það allavega. Þeir ætla að nota eiginlega allan reserve tíman sinn. 10 sekundur eftir. Og hvað fáum við skemmtilegt? Þeir eru búin að hugsa lengi þetta pick. Sniper! Fallegur dvergur.
Hvað fáum við hérna frá fylki í svörun? Ég byrja að gera svona. Þeir ætla líka að nota sinn skærm og tíma fyrir þetta. Vildu fáum ætla ekki ská offlane pickið þeirra. Getur enda fengið safelane pickið út af því að þeir sjá offlaneið, slardar Dark Willow myndi ég halda eða Warlock, annað hvort. Já, kemur CK. Keislan spilaði CK í síðasta leik. Jæja. Síðustu bönnin eru hjá fylki eru Faceless Void og Spectre. Og hjá Leftovers er Battrættir og Vitsdóttur. Já, skemmtilegt. Gætu haldið að þetta væri þristur Tusk. Það er Gyro. Gæti verið góður leikur fyrir Tuskin ef hann kemst ofan á. Þetta eru tiltölulega skvissi. Allavega early on. Sniperinn og Gyro báðir og náttúrulega supportarnir. Nætti að geta one-shotað hann á Warlock. En Trummi spilaði mitt Battrættir í síðasta leik og var frekar farmaður. Kontrólaði leiknum vel. Nú fáum við sennilega offlane picki hjá fylki nema það er alltaf að setja Tuskin offlane. Új bara. Úff. Þeir eru að spila með Ark Warden og Broodmother. Jæja. Gyro nætti samt að geta farið hratt í gegnum þessa brútling. Þannig að þetta eru sennilega allt til læg fyrir hann ef hann maksa flatkonun á leinu. Þetta er ógeðslegt pick. Bergur á sínum Tusk sem hann er búinn að vera, sem hann er geggjaður á, segir hann sjálfur sko. Jó, 12 wins in a row as Chaos Knight, það er alvöru sýning hjá alvöru keislu. Ég var level 3 Slardar. Fiskurinn. Getur byrjað að létta kynningu á þessum liðum fyrir ykkur. Í dag er gulldrengur á position 1. Gyrocopter. Dr. Death er á Dark Willow. Ég veit ekki alveg hvort það sé 5 eða fjarki. Ég er bara ekki með það á hreinu. Connor á 5 eða fjarka Warlock.
Mitt Sniper og Hafliði og Beefy á þrista slardar. Þeir smóka og þeir ætla að bíða uppi í djönglið sínu. Setur niður vord. Það er að ná einhverju sem lappar upp í djönglið. Új, hvað þetta er ljótur vefur. Er þetta nýja settið það? Þeir finna töskinn. Gó á hann, töskurinn rútaður og látin. Flott gang, eða flott smokeplay í hjá Leftovers. Og hann fær nú sín tips. Í Radiant erum við með Trömmi sem þristur á Broodmother. Fjarka tösk. Hjá Bergi, Flying. Icefog, mid. Ark Warden. Karri Chaosnet hjá Ölveru Kerslu. Og 5 Mirönu Consequence. Þetta er okkar snaking, vill hann kalla sig. Íslenski snaking hann kallaður stundum. Setjum við inn að last hitti, nice. Snæperinn voru fyrstur og efstur, með 1 fallegt. Þetta er eiginlega bara hryllilegt að horfa á hana vef. En það er mín skoðun. Gullringurinn byrjar að taka Rocket Barrel sitt. Og ætlar að sennilega reyna að pressura þessa Brood early on. Í staðan fyrir að fara gamla góða farmbildið, Flat Cannon, Max. Skemmtilega byrjunaræti með það. Tekið pretty standard. Það er mikið regen á offlinni hjá Dyer. Báðir spilarar með 6 tango. Hæja, hann að lappar Consequence í 2 bramból. Tekur smá damage. Já, höfum það 3. Middar Gordon. Hann er að rössa Midas. Sem er eðlilegt fyrir Ark Gordon. Þetta er svona 5 Warlock, ok, þá veit ég það núna. Connor er 5 að þeirra. Dr. Death er fjarkinn. Heyrðu, Consequence er að éta brambólinn. Það verður að góða Trömmi topp, en hann lifir nú. Hvað heitir þetta? Shadowward, já, þótt að sé með Shadowwardi og Linkin. Fatal Bouncing. Blessaði við sem minn. Þú voru bara að horfa á þess að snillinga spila Dota og læra. Nei, það er aðalega bara því að það er engin annar sem er að lýsa þessu. Það er allir svo uppteknir. Eða að spila hana leik, hinn er lýsendur. Gordon er með 10-2 efstur á blaði. Snæperinn kemur þar rétt á eftir með 9-4. Lastið til næs. Bara í upp miðja. Heyrðu, autodirektorinn minn í ruglinu. Hafliði drepur hérna Icefog mitt sem er frábært. Ég held ég væri með eitthvað direkt kamera en þeir eru greinilega jafn sofandi og ég. Það reyna að góða svo Trömmi en creepin í éta þetta Rocket Barrel hjá Gullrengnum. Bergur góðar á Warlockin sem ætti að labba bara með frekar healthy í burtu sem hann gerir. Jæja. Consequence drefur Dr. Death og Beefy er frekar low á slardarnum. Kemur örinn, beint í mark og nær honum. Hann er frekar tankið þessi slardar en hann er dáður. Vel gert hjá Consequence, 2 kill, frábært hjá honum. Það er tipp frá karrispillarunum sínum. Já, sínum við karriéruna, það er fallegt. Nú er Snæperinn búinn að taka svolítið fram úr á middinni, sérstaklega með þessu killi í lasthittum. Og orðin alveg næstu í heilu level á undan Icefog. Og aðeins rólegt yfir þessu með sumarleiki, en Dark Willowin kemur hérna í gang á middi. Secura
level 4 rúnuna. Vel gert, þannig að Dyer fá þær báðar. En Icewalk frekar healthy hérna undir turninum. Dark Willow reynir að vill gangan, reyna að ná þessu killi. Svo þessi Arc Warden snowball ekki út leikinn. Leggur til atlögu, brambúlið hittir ekki alveg og Icewalk lappar nú bara í burtu frá þessu. Það verður að Go og Connor top, hann deyr, gulldrengurinn, hann lappar þetta bara af sér, eða flýgur þetta af sér. Fight recap. Mínus 25 gull tapað hjá Connor. Það heitir hann Conair, heitir hann ekki Connor? Conair, já, flott. Flott hjá mér. Það verður að góð gulldrengi topp. Flott æsjart hjá Bergi. Og hann lætur lífið. Þetta er ógeðslegt leginn, þetta Brute Tusk drasl. Það er bara go. Mirana að fara með Örn og Dr. Death ennþá á mid. Hafliði komin í level 6. Og Slardarinn sennilega aðeins að suffera fyrir þetta mid-aggression hjá Dyer. En þeir fá nú Miranu típið inn núna. Og nú er Tuskin líka komið mid, þá secure þessar mínútur 6 power runes. Tuskin stendur top og Miranan bot. Þeir ættu að ná þessari leikandi Radiant. Bergur fær hérna Invis rune. En snæpurinn veit nú að þessu. Býður samt átakta. Þeir gætu sett í snjóbolta inn í Arrow. Sá hann. Nei. Þeir finna snæpurinn. Konsekvens. Hann lípar nú bara í burtu. Trömmin fær fallegt solo XP hérna top. Er að góða Connorinn. Fær tunduskeiti í andlitið. Og Rocket Breath, en Creepin tankaði eiginlega allt. Kemur Slardarinn líkinn mitt. Og Arrowan hittir ekki alveg. Þetta er að verða algjör vitleysa hérna. Mitt. Slardarinn finnir mér rönnu. En hún á ekki líp. Connor kemur inn á vorlagnum. Og Mirana fellur. Vel gert hjá Dyer. Hjá Leftovers. Það styttist í Mítasinn hjá Icewalk og hann er komin í level 6. Þannig að hann ætti að fara að farma svolítið hratt núna. Leðan hann fær Mítasinn og þetta er að fara frekar hratt upp í XP og goldi líka. Það verður að góða snæpurinn. Bergur, flott æsjart inn í fullt af ykkur ógeði frá Arc Warden og hann er látin. Meðan standa 2 Dyer menn hjá og þessi Slardar er svolítið að hann er svolítið að eyða tímanum í lítið. Hann fékk reynda mér raunin á hann sem hjálpar honum aðeins. Gulldrengurinn kemur bot lane, hann er komið með Falconblade og þeir góða Slardarinn og meðan solo-killar brúdmóðurinn Warlockinn top en Slardarinn deyr hérna. Bergur er búinn að vera núna í 2 mínútur í kringum byttið. Hann næri double damageið og ætli Warlockinn típi í top. Gulldrengur frekar low bot. Er eiginlega alveg að deyja. Hvað er þessi CK komið með? Hann er að fara í armlet og hann er nú smá í það. Gott lípinn! Fær fullt að dóti á sig, nær örninu en Gulldrengur ætti að lifa á gærónum. Flottur! Slardarinn. Hann er komið með annað líp þannig að hann ætti að lifa hérna. Já, frekar auðvitað. Og meðan er Trömmi bara búinn að taka yfir topset mapsins. Yfir bæði junglið og turnin. Og þessi turn fellur, þá missa þær alveg junglið sitt, Dyer. Nú fer hann bara að farmar allt. En þegar hann kominn hæst
með fælest lastið. Það eru komið með 60 lastið sem er frekar gott. Og ennþá situr Bergur í kringum mitti. Þeir ætla að reyna að hægja á þessu snæperi eins mikið þeir geta. Og þetta gefur Trummi svo mikið pláss að hann er að fara að éta mappið þeirra. Þeir finna Connor hérna. Og þeir komast nú á Ark-Wardenin. Geggjuð ör á snæperinn. En Ark-Wardenin fellur. Og Dark Willow treyta á móti. Og sér þetta er Miranan. Nú kemur Trummi inn. Beefy með 2 kill og Trummi nær snæpernum. Af því hann er búinn að ná tier 1 turninum, þá er hann svo fljótur að róteta yfir í gegnum webbana sína, en hann er aðeins að dæfa hérna. 1 stun og hann er döður. Þeir treytar hann á móti. Þannig að það deyja 4 hjá Fylki. Gordon kemur inn, Mítasar á ekki ult fyrir second Mítas. Og nú er Chaos Knighting kominn topp. Nýta sér plossið. Og það er eiginlega engin staður fyrir þessi Gyro og Sniper fá bara þríhyrningir saman, þannig að það verður frekar röff hjá þeim að ná upp farmi. Sittum hérna á Networth. Það er brútin langhæst, enda búin að fá frið allan leikinn. Bergur fær aðra innvísrún og stendur undir snæpernum. Vorlaki stendur á bakveðan og snæperinn þarf að vera alveg undir tier 2. En þeir eru með svona cirka 3 kömp. Bæði Gyro og snæperinn saman sem þeir geta farmað. Þeir megi ekki missa hennar stakk, þá eru þeir konið svolítið á... Já, það er búið að vera svolítið mikið klánfest í kringum þetta mitt, endakall. Það er engin sýning á þessu mark, þetta er bara ógeðslegt pick. Það dýldi þessari hetju. Það var níðast á dvergnum mitt, sko. Það er fætingur hérna í kringum mitti. Flott snowball dodge hjá Bergi og hann hleypur út. Og meðan kemur flottur yfir á Gyroinn. Trummi langar inn, komið með Vladsið og er næstu komið með Wraithpack. Dark Willow fellur og Trummi finnur eitt support grey hérna. Verður fyrir barðina á þessari könguló. Kemur arrowinn, hittir ekki alveg, en Rialdi rétti dreifurinn tilbaka og snæperinn er látin. Er þetta skammar sín, þessi Radiant guttar. Níðast hún á snæpernum. Chaos Knight er að fá armletti flóið út hérna. En Trummi er svolítið out of control hérna. Þeir ráða ekkert við köngulóna. Þessi gærukopter er ekki næstu nógu hári levelum til að fara að geta barið hann almennilega og drepa alla köngulónar. Þótt að sé búinn að maxa flatkanón. Og Beefy fellur hérna. Og snæperinn kemur inn, fær snjóboltan og er lamin upp í lofti. Brjálaður rostungur hérna á ferð. Trummi, þetta er stórt kill ef við ná honum. En hann virðist lappa bara í burtu. Og þeir drepa... Sniper buyback! Þetta getur verið vond ef þetta gefur ekki killið. Æjæjæj. Þetta er buyback, ekkert TP. Ég er sammála, Brumi. Þetta er algjört brot á siðareglum að pikka þér saman. Þessi ógeð. Þetta var hræðilegt buyback hjá Sniper. Buyback og á ekki TP. Frábært snowball dodge þarna hjá Bergi á ultíinu hjá Dark Willow.
sem ég man ekki hvað heitir. Og það er verið að góða snæperinn, en Gæron kemur á hjálparunum og þeir gætu fengið Chaos Knightinn. Herðu, kamera. Og þeir drepa Chaos Knightinn. Niður með mótstjórn, sko. Bara burt með hana. Frí Almar, sko. Gott kill hana hjá Dagir að fá Chaos Knightinn allavega. Þeir eru samt konið 9k undir í networthið eftir 15 mínútur. Sem er ekkert rosalega gott. Slardarinn level 8 að reyna að kreista út þennan blinkdagger. Vantar 100 kall í hann, 150. Þetta var vond stönn hann á Beefy en hann labbar nú í burtu. Frábær ör hjá Consequence á Dark Willown og hann fellur. Snæperinn kominn í ham en hann fær bara fullt af okkur köngulum á sig. Hann er ekkert að leika við þær. Hann er kominn með mælstróð sem hjálpar hann aðeins múti köngulunum og að farma en þeir hafa bara þennan þrýðning. Þessi tveir dvergar, annar á flugvél og hinn ekki. Þeir þurfa að farma þessi tvö kömp saman. Þetta er very feels bad moment. Gæron er að reyna að fara í Akanims. Hann er langt í landi það. Úff, þetta mappi er að lokast mjög hratt fyrir Dagir. Gordoninn finnur Slardarinn, slóar hann mikið. Slardarinn er komið með blinkið en hann fær nú ekki að nota það, hann er látin. Og það er búið að senda þá bara, þeir þurfa bara líka við að bíða high ground eftir 17 mínútur. Já, þetta er alveg, það eru bara einhver aðskotadýr hérna út allt mapp að henda þeim inn í base. Eftir 17 mínútur. Ég þurfti bara að fá Almar hérna með mér til að lýsa þessu hryllingi. Hann myndi ekki fara fögrum orðum þessa drengi núna. Heyrðu, það kemur Arrow hérna í baklænið á Dark Willow. Slardarinn góðar inn, hann er hugrakkur fiskur. Kemur Goleminn. Beefy deyr, flott ult hjá Dark Willow. Kannski finn ég út hvað þetta heitir, Terrorist heitir þetta. Connorinn fær köngulón núna á sig og þurfum ekki að spyrja leikslokum þar. Hann er komið með reiðpakkið og á 2500. Dark Willow reynir sitt besta að komast í burtu, hann deyr og gulldringurinn er næstur. Þetta er blóðbað hérna á myndinni. Snæperinn reynir sem að getur að krist út eitthvað farm með mælstorminn sinn. Lítill maður með stóra byssu kominn í base. Ég veit ekki alveg hvað það er að gera. Það er ekkert sem þeir geta gert held ég. Nefn að bíða eftir að fylkir þróar. Það er eina. Flottur snúbolti, snæperinn er látin í 60 sekundur. Eftir bæbakkið sitt áðan. Og Slardarinn döði líka, kemur gulldryggurinn inn, fær aðeins bónuspinning hana. En deyr í staðinn. Consequence með double kill. Consequence á í rauninni. Íslenski Snake eins og hann kallar sjálfan sig.
Jæja. Og nú eru dagir konir í þá stöðu að þeir fá nákvæmlega ekkert kamp og líka við ekkert lein til að forma. Þeir þurfa bara að bíða hægránd. Bara bíða og vona að Fylkir órekstendi og degi einhvers staðar dæfi, heyrðu, laga það Sverrir. Dæfi og degi. Og allir sem erum að horfa á þetta vonum það sennilega líka. Það er þróisu eftir þessi pikk sjáum. Blessaður Sverrir, velkomin. Skorturinn með Travels, Maelstrom, Midas. Snæperinn komið með Dragonlance. Nei, langt í land þar. Þetta er svona PPD lúk á þessum Warlock. Mana boots eftir 20 mínútur. Dark Willow með grænu bootsinn, svipa lúk. Hvað er Gæron komið með? Heyrðu, hann er 500 kalli frá Akranes. En ég held að það hjálpi þeim ekkert rosalega mikið. Og brútmóðurinn er komið með BGB og nátt allt. Töskinn, hann er með blink og er að fara í Akranes næst. Þetta er leiðin þeirra til að þróa þessu. Að Bergur taki ykkur fáránleg kikk. Kikk í slardornum. Næ, ég veit ekki hvert hann á að kikka honum. Og ná einhvern, en þeim er alveg sama, held ég. Ég væri mest til í að hann getist kikkað brútmóðurinn inn í fountain hjá Dagir. Það eru besta playið sem hann getur gert fyrir okkur. En svo er ekki. Heyrðu, það er komin Akranes á Gæró. Þetta er allt að koma. Við trúum. Þótt þessi 22 á lít eftir 21,5 mínútu. Fatta þær að Roshan er á mappinu. Taka hann. Það er komið, já. Armlegt Akranes á hann Chaos Knight. Það er ennþá fleiri skrýpið þarna út allt. Þeir eru núltaðir núna. Konsekvens í einhverjum hugleiðingu núna. Þeir ættu að drepa hann bara fyrir þetta. Fyrir að vera svona kokki. Það hætti að innvæta mig Sverrir. Jæja, þeir finna slardarinn. Hann á hann ekki realdrift. Jú, hann bara kaus að leyfa honum að lifa. Fallt af honum. Já, Dark Willowinn lumd upp í loftið. Terrorisar 2 út. Deyr síðan fyrir Ark-Ordinunum. Öðurinn hittir ekki, en þá snjóboltaði bara ofan á hann. Kemur frábær 4 manna góleminn í Fatal Bonds. En þeir eru bara svo langt að eftir. Því miður. Kemur öðurinn beint og Conn er látin. Snjóbolti yfir á hafleiða, laminn og þeir kalla GG. Úff. Mér finnst þess að Fylkir ætti að skamma sín fyrir þetta, þessi picks. Vonandi nýta þér tíma það sem eftirliði dags að skamma sín og hugsa sinn gang. Well done, boys! Ánægð með þetta! Af hverju leikurinn ekki að klárast? Það er alveg 10 sekundur síðan að GG. Rullugur. Kemur...
Heyrðu, þeir fake GG aftur. Þetta var playið. Það var playið sem við þurftum. Hvað er þetta? Akkur GG er bara að halda áfram? Ég skil ekki neitt. Þetta er next level toxic. Eins og draftið hjá Fylkir en þetta jafnast út. Það konur aftur á byrjunarreit. Heyrðu, hvað? Rosalega er myndavélin mín hrifin á þessum stað hérna. Þannig að fara í Akanims á brúttina næst. Finnur gulldrenginn en hann típiða bara í burtu. Dot og Death lætur lífið á meðan. Og þeir finna snæpurinn. Og nei! Já, hann rúllar á Connor og sér fæður líka ör í andliti. Woo! Þá heldur þetta áfram. Já, þessi kúlu og örin hitti beint á Gyroinn. Herri, það komið Dakonosum í raunu. Alveg keirslegar í kúlubildinu á kaupa allar kúlurnar. Já, drepa Berg, já, koma svo. Þið getið þetta. Já, sigur í mínum bókum. Vel gert. Drepa líka konsekvens. Nei, hann deyr hann. Ennþá nennaðar að standa í að halda þessu. Þóttir séu búin að kalla GG. Það eru bara stælar. Þannig að doppun gleipnir. Drepa klónan. Já, koma svo. Það er súpan! Súpan! Snæpurinn lendir í vefnum, festist, eins og fluga í köngulóarvef. Já, dreft hann, skjótt hann! Og innsetti fellur. Fylkir unnu mappi frekar easy. Þetta var ógeðslegt draft hjá Fylki. Og mín lokaorð eru að þeir ættu að skamma sín. Og tapa þessu mappi fyrir þetta draft. Heyrðu, takk fyrir áhorfið sem nenntu að horfa á þetta rugl. Þennan viðbjóð. Hvernig var graffi hérna? Veitu, fæ ég ekki nú, ha? Er það bara þegar maður spekka live eða? Nú, jæja. Svona er þetta. GG. Takk fyrir áhorfið. Það var fallegt.